Komið blessuð og sæl og verið velkomin. Nú eru komin af stað með hvíta máva. Gestin sótti ég í íþróttahreyfinguna. Hann heitir Jónatan Magnússon. Hann handknattleiksþjálfari eða handboltaþjálfari. Og Jónatan, vertu velkomin. Takk fyrir. Sko, ég var að leita þér í símaskránni. Ég vissi náttúrulega ekkert hvað númer þú hefðir, þó sért nú búið nálægt mér. Þar ertu skráður verkefnastjóri og búandi í Skessugili. Já. En hvað, af hverju ertu ekki búin að skipta? Þú ert fluttur. Já, frá því ég bjó í Skessugili er ég búin að flytja dálítið víða, skal ég segja. Þú er það? En það kannski svona lýsir mér ágætlega það. Ég er kannski svona ekkert alltaf með skipulag á hreinu og fleira, ég bjó í Skessugili. Við keyptum okkur þar, ég og bókakona mín, fyrir þar bara fyrir ansi mörg ár síðan, en síðan þá höfum við bæði búið á Akureyri og í Noregi og Frakklandi síðan. Nú, er þetta svona langt síðan að bjóst þarna í Skessugili? Já, það er það. Lýsir þetta þér dálítið að þú ert ekki búin að skipta skráningu? Já. En kona þín, hún býr ekki í Skessugili? Nei, hún býr líklega í Vannabyggð. Já. Já, ég held að þetta sé kannski svona, segi ýmislegt um bara okkur að hún er þessi skipulega og með hlutina á hreinu og hafa reynið bara kannski eitt alltaf miklu tíma sínum í það að reyna að hafa hlutina á hreinu fyrir mig því að ég er kannski ekki alltaf með þetta alltaf höfðu tíu. Jæja, en verkefnastjóri þegar það var, hvaða verkefni varstu með á þinni könnu? Herði, þá reyndar var ég starfandi, það var svona mitt í krísunni, í rauninni þegar atvinnuleysi var þegar þá var Samherji sem fór og tók þátt í verkefni sem hét hreyfing og útivist. Þetta var þetta var neila, svo langt síðan þetta var að þá í rauninni fekk það var Stebbi Gullheitinn sem fekk mig í það að stýra því verkefni að við vorum svona með bara afþreyingu og hreyfing og útivist fyrir bara fyrir fólk í atvinnuleit þegar krísan skall á fjárhagslega. Og gekk það sæmilega? Mjög vel. Það var rauninni bara, þetta var heldur 6 mánaða verkefni sem við vorum í þá og þá vorum við bara svona, skipuleggja svona aktivitet fyrir fólk á öllum aldri. Gönguskíði og leikfimi og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt verkefni. En þú ert handboltaþjálfari í dag? Já, ég er það. Það er þitt aðalstarf? Það er mitt aðalstarf. Já. Og það er rauninni, ég sem starfa núna hjá KA og er í fullu starfi við það að þjálfa, titlar yfir þjálfari yngri flokka hjá KA og KA Þór. Og það er rauninni mitt aðalstarf, að þjálfa yngstu flokkana og svona hafa, hvað maður segja, yfir umsjón með þjálfuninni í handboltanum hjá KA. Það er rauninni mitt aðalstarf. En þjálfar ekki líka aðallið, handboltalið? Jú, og svo er það náttúrulega skilja, þetta er svona tvískipt. Og svo er ég núna náttúrulega með meistaraflokkinn hjá KA. Tók við því í fyrra ásamt Stefáni Árnasyni og núna er ég með Sverri. Þar áður var ég með meistaraflokk kvenna og þetta rauninni hef ég gert í 10 ár því að ég fór til Noregs 2010 og þá fór ég rauninni út á þeim tíma til að spila handbolta sjálfur og var þá í fullir vinnu hjá norska klúbbnum mínu þar. Við það mitt að sama að þjálfa bæði yngri og þjálfa þá meistaraflokksliðin líka og tók svo við því út í Noregi Þannig ég er rauninni búinn að vera í 10 ár bara með þennan handbolta sem vinnu. En þú ert kornungur maður, þú hefur náttúrulega byrjað mjög snemma. Já, ég er náttúrulega byrjað mjög snemma að þjálfa. Það ég er svona einn af þessum mörgum lærisveinum hans Jóa Bjarna. Ég er náttúrulega held að rauninni minn handboltaferill, þjálfaraferill hófst bara þegar ég var 16. Þá var ég að þjálfa og svona aðstoðþjálfari með Jóa Bjarna og hefur rauninni haft þetta, hvað maður segja, þetta er bara svona kannski ekkert bara svona ástríðan mín að það er að þjálfa og rauninni öll árin sem ég spilaði sjálfur þá var ég alltaf að þjálfa yngri flokkana með og gaman að segja fyrir því að þetta er alltaf margir handboltaþjálfarar í dag starfandi svona eiginlega vítt og breitt heiminn sem eru rauninni kannski gamli lærisveinar Jóa Bjarna sem að við rauninni lærðum mjög mikið af honum
og já, það er alltaf svona lígilega margir af okkur sem erum að þjálfa svona kannski bara í íslensku deildinni og úti sem hafa verið eitthvað í tengslum við Jóhannes Bjarnason. Já, það er bara svoleiðis. Já. En sko, maður spyr, er þetta starfsgrein sem slík, þar að segja, eru orðnað það mikla kröfur að menn þurfa að vera búin að mennta sig í þessu og þar fram eftir göttunum? Sko, það náttúrulega hefur sko handboltaþjálfunin að sjálfsögðu, það náttúrulega eru námskeið og fleira sem að við handboltaþjálfararnir förum í gegnum og svo hefur handboltinn svona síðustu árum verið að taka mikið skref svona í svona faglegan þáttinn og í dagurinn er þannig að til þess að þjálfa, hvað maður að segja, landslið og þessi svona stærstu lið í stærstu deildunum, að þá eru farnir að setja kröfur ákveðna gráður og við kláruðum það nokkrir íslensku þjálfararnir núna í vetur, það sem kallaðist Master Coach þjálfaragráða og við ég og Stebbi Árna sem erum að þjálfa með mér hjá KA ásamt fleirum íslensku þjálfurum. Við kláruðum þetta núna í vetur og við erum svona, hvað maður að segja, fyrst og eina skipti á mínu ævi að þá er ég rauninni fullærður í einhverju því að ekki var nú háskólagangan mín löng. Já, var þetta þá kennt sko hér á landi? Ja? Já, það var sem sagt við fórum það kennt svona í lotunámi, fjarnámi. Fyrsta skipti var sem sagt þessi mastercoach gráða mögulegt að læra hann að taka hann á Íslandi fram að því að þetta hafa þjálfarnir þurft að fara til Evrópu til þess að ná sér í þessa gráðu. Jónatan, þannig að nú mættir þú þjálfa hvaða landslið sem er? Já, ég allana hef ég þá sem segi, gráðuna og þekkinguna í það. En hvernig eru menn þá ráðunir? Ég meina, sko, þú ráðinn út á gráðuna eða ertu ráðinn þá út á eitthvað annað? Nei, ég held að það sé einmitt, þetta er svona kannski svolítið bara svona eins og hvað maður að segja, smiðurinn sem kann þetta allt saman upp á bókina, hann þarf líka að vera með tötsi fyrir því, sko, og ég held að það sé nú kannski eitt og sér, þessi gráðas hjálpa mér kannski ekkert upp á það, heldur er náttúrulega bara, þjálfarar eru svona kannski metnir af árangri og eins og, já, ég held að það sé svolítið þannig, en þetta er allan að gefur eins og mér og fleirum allan að tækifæri til þess og að þetta er kannski það sem maður stefnir að fyrst að maður er búinn að helga lífi sínu í þessu núna, er það að maður kannski langar að kannski taka svona ákveðin skref svona því að nú er ég fertugur, nýorðinn fertugur og það er svo sem kannski ekkert gamalt í þessum geira, en allan svona einhvern tíma stefnir maður kannski að því að fara einhvers staðar út og þjálfa stóra klúbba. Er það þar sem þig langar? Já, það er ég segja það, mér dreymir alveg það að fara einhvern tímann og taka svona stór lið og það er svo sem eitthvað sem kannski þá bara kemur. Já, hefur ekkert verið neinum samskiptum, veist ekki? Nei, ég hef ekki. Eða ekkert verið í áttina ennþá? Nei, í rauninni ekki. Það hefur verið, þetta er svo sem, þjálfaraheimurinn er svo sem kannski ekkert, handboltaþjálfaraheimurinn kannski ekkert rosalega stór og við íslenski þjálfarar náttúrulega eru vel, hvað maður segja, metnir. Já, heldur betur. Og það var náttúrulega þegar við vorum að fara í okkar mastercoach námi að þá voru við að fá færustu þjálfara kannski heimsins til okkar en það voru samt bara Guðmundur Guðmundsson og Aron Kristjánsson og sem eru samt þetta er náttúrulega bara einn stærstu nöfn, Dagur Sigurðsson og fleiri sem við vorum. Alfreð reyndar kom ekki á þetta en við eigum alveg ótrúlega. Þannig að þeir voru notaðir í sko kennsluna á æðstu gráðu þjálfunar. Já, það er bara svoleiðis og þetta er sem ég segi mér að þetta eru bara stærstu þjálfarinnir í handboltaheiminum og þetta er eins og við værum sætum eins og værum með Mourinho og Klopp en þetta er náttúrulega bara svo súrlist að í handboltanum eru þetta eru stærstu þjálfarinnir í heiminum í dag ásamt fleirum en eins og þessi sem við nefnum núna og fleiri til eru skemmtilegt. Já, það er það. Það er það sko. Þetta er nú ansi magnað. Sýnir þá hvað þessi þjóð er mögnuð í handbolta. Já, og við svo sem höfum verið eins og við þekkjum, handboltinn hefur verið, við höfum staðið náttúrulega mjög framalega, sérstaklega landslið og fleira og eru bara góð í handbolta. En þú sagðir sko, þú fórst til Noregs að spila. Já. Hvenær var það? Herri, það var 2010. Það var svolítið svona, hvað maður að segja, svolítið svona sérstakt hvernig það kom upp. Þá varum við, ég var 30 og var að spila bara heima eftir að hafa búin að vera 4 ár heima, fór til Frakklands fyrst í ævintýraferð,
En hérna 2010 fór ég til Noregs, hérna þá var Gunni Maggi mitt sem nú hérna þjálfari Hauka og núna Aftureldingu. Þá var hann nýbúinn að taka við liði í Noregi. Þá var þetta rauninni í, hvað maður segja, þetta var rauninni 3. efsta deild í Noregi. Þannig að þetta var svona svolítið grillað að við hefðum verið að fara þangað. En þá langaði okkur Boggu, þá vorum við með 2 börn og vorum eitthvað bara til í að okkur langaði að prófa eitthvað nýtt. Og hérna við skelltum okkur til Noregs, Kristiansund hét liðið og var svona frekar svona svona amatörbragur af því til að byrja með, en svo sem ég segi, Gunni Magg náttúrulega frábær þjálfari og reif raunin liðið hérna upp 2 deildir og vorum bara mjög nálægt í að fara hérna upp í efstu deildina. En þetta var... Já, varstu á þeim tíma meðan að þið fóruð hérna milli deildana? Já, við fórum upp hérna, sem sagt, rauninni upp deild og rauninni stóðum okkur bara vel og var svona alveg á leiðinni að fara að búa til einhvers konar svona, hvað maður segja, ævintýramennsku í þessum bæ. Þetta var lítill bær í Noregi en það er svona eins og kannski mörg önnur handboltalið, endanum þá fór það svona illa fjárhagslega og endaði með því að ég, endaði með því að ég tók við liðinu. Ég fór sem leikmaður og Gunni sem þjálfari og fleiri Íslendingar leikmenn sem komu og úr varð svona svona íslensk fjölskylda hérna í Kristiansund. Ég held að við vorum að endanum, ég ætla ekki verið 5 íslenskar fjölskyldur sem komu og fóru hérna á þessum 6 árum sem ég var út í Noregi í þetta lið. En þetta var eins og sé, þetta var alveg ótrúlega skemmtileg tími hérna sem ég fór, sem við áttum hérna í Noregi. Sko, þá varstu búinn að fara til Frakkland, segirðu? Já, það var já, mér dreymdi náttúrulega alltaf að vera atvinnumaður. Í handbolta? Í handbolta. Og eins og allir krakka vilja vera atvinnumenn í íþróttum. Já, það var svolítið þannig, og við vorum og ég fór áður en að ég endaði í Frakklandi, að þá hafði ég farið, held ég, bara út halva Evrópu í svona trial eins og það hétt. Já. Og Leibbi Ahn, gamli káamaður vinur minn, sagði mér að ég væri orðinn snillingur í að fá mig frítt sumarfrí, þar sem að ég var alltaf fór held í 3 sumur áður en ég fór ég fór bæði til Svíþjóðar og Danmörkur og Þýskalandi í einhvers konar í trial og endanum sagði... Í svona pröfu. Já. Og endanum sagði ég alltaf nei þegar ég var aldrei tilbúinn í að fara út held ég. En við endum svo í Frakklandi og það var Var það búið að bjóða þig kannski að koma til einhverja liða annar staðar, eins og niður í Þýskalandi eitthvað svoleiðis? Já, við fórum, ég fór sem sagt fór á 3 staði og einu sinni fór til Þýskalands í pröfu hjá einhverjum framkvæmdastjóra sem að mjög fyndið þegar ég mátti eiginlega ekkert, það mátti ekkert fréttast. Þannig að ég fór ekki á neina æfingu og ég fór eiginlega aðalega bara með þessu framkvæmdastjóra á einhverja næturklúbba og ég vissi eiginlega ekki hvað ég var komin út í. En endanum þá fór ég svo bara heim og fekk svo bara senda samning en svo var bara liðið gjaldþrota held ég nokkur mánuðum seinna. Þannig að það var svona, það var mjög sérstætt. En svo fór ég til Frakklands. Þá var Alfred Gíslason nú frændi minn og handbolta stórþjálfari. Hann eiginlega reddaði mér því að hann þekkti þjálfaran sem þá var í San Rafael og við fórum þangað 2006. Hvað, það ekki sunnalega? Jú, það bara á frönskur yfirunni. Við vorum bara Já, þakkaði kærlega fyrir, bara á stuttbuxum? Á stuttbuxum og við fórum við fórum út í júlí og það var 46 steg hitti þegar við komum inn en það sú ferð, hún var svona ég gerði 3 ára samning. Já. Og töldum okkur alltaf að vera þar bara 3 ár en í millitíðinni frá því að ég skrifaði undir að þá fréttum við komumst að því að Bogga var ólétt af okkar fyrsta barni og hann að við fórum út og en endaði eiginlega með því að fór eiginlega allt svona fór illa og Bogga hún fór heim undan, hún var átti erfiða meðgöngu og ég eiginlega fekk svona meðgöngu veiki með henni þegar ég meiddist í lífbeininu. Þannig að ég var eiginlega með grindaglínu svona eins og konurnar af meðgöngunni sko. Já, meiddur þig sem sagt? Meiddist þarna úti og var svona frekar, það var svona frekar þungt haust þarna þegar ég byrjaði og var mikið meiddur og Bogga var svo farin heim og ég þótti eitthvað voðalega erfitt að vera þarna einn eitthvað og hann að við svo endaði með því að ég fór sem sagt heim 20. nóvember þegar barnið mitt, ég fekk bara símtal frá tengdó og sagði mér nú skildi ég koma heim því að ég var bara eignast barn. Þá hafði Bogga verið tekinn. Var að drífa þig heim, drengur? Já. Þannig að hún sem sagt, hún endaði í einhverjum bráða keisara og ég sem sagt var þá bara staddur á flugvellinum þegar ég fekk símtal að ég væri bara eignast barn og
A-leit strákur bara? Já, A-leit, hérna, sem sagt, já, hágrenjandi yngstaður í biðröð að komast til Íslands og hérna, að drepast í lífböðinu, þannig ég vorkenndi eiginlega mér meira heldur en nokkurn tímann hérna Boggu að hafa verið eitthvað slöpp og þannig að hérna, eftir að ég kom svo heim að þá eiginlega leist mér ekkert á að fara aftur út og hérna átti þó bara að fara út fljótlega eftir aftur og þannig að ég eiginlega bara hringdi og hérna hringdi og lét þá bara vita það að ég eiginlega væri bara hættur og skildi ekkert koma aftur og hérna og þeir svo sem kannski skildu það og svo kannski liðið 3-4 mánuðir og drengurinn sem að Magnús Dagur, sonur minn, var orðinn heill og fínn og flottur og Bogga hress og þá eiginlega sáu ég svona pínu eftir því að hafa ekki bara hafa ákveða, en það var svo sem bara eitthvað sem var bara eitthvað sem var kannski, já, var eiginlega galið ákvörðun svona eftir að hyggja að hafa ekki bara bitið á jaxlinn og farið þarna út, en það var svo leiðis, þannig að það var svona. En þú varst sko, þú varst eitthvað sko middur eða hvað var það sem var að því í lífbeininu? Já, það var einmitt eitthvað mjög sérstakt og það var einnig alveg ótrúlega langt ferli. Ég hérna, einmitt middist þarna eftir ég kom til Frakklands og það eiginlega fannst aldrei almennilega. Ég fór alveg hérna, fór í ótrúlega margar skoðanir og rannsóknir og ég veit ekki hvað og endaði svo með því að ég fekk sem sagt Brynjólf hérna, lækni hjá landsliðinu. Hann var eini læknir sem var tilbúinn til þess að fara bara og hérna, hann bara fór og skar í lífbeini til þess að reynilega bara skoða og hérna og þá hafði ég verið í mjög löngu ferli með það að hérna einhvern veginn að finna eitthvað en svo var þetta, ég held þetta verið 2 ár sem ég var að glíma við þetta og svo einhvern veginn bara svona gufaði það eiginlega upp fljótt á. Já, ég man eftir þessu sko þegar þú komst heim að þú varst bara þjáður að þessu. Já, þetta var eiginlega, þetta var mjög slæmt og svo hérna meira þess að ég hef verið að fá símtöl svona kannski svona eftir á, kannski bara frá íþróttamönnum í mismunandi greinum bara til þess að reyna að spyrja maður út í þetta því þetta er greinlega fleiri sem verið að glíma við þetta og þetta var svona frekar erfitt að hérna, en svo einhvern veginn já, svo jafnaði með því sko en mjög, hérna, já, þetta var leiðilegur tími. En sko, þetta var svona draumur að fara niður til Suður Frakklands og spila með ágætu liði þar? Já, það var það og hérna, þetta var bara, þú veist, þarna var í rauninni, kann maður segja, þetta var draumurinn minn að komast í atvinnumennsku og þetta var sérst bara mjög flottur klúbbur, atvinnumennskuklúbbur sem að fór einmitt upp við fórum hérna þegar ég fór í þetta lið, þá voru næstu deild og það liðið fór svo upp þrátt fyrir að ég hafi bara verið á Íslandi og hefur í rauninni verið bara mjög stabílt þetta lið síðan og Bjarni Friðsson og Arnór Atlason, þeir fóru einmitt í þennan klúbb sem sagt eftir mér og hérna, þannig að eins og segi, en þetta var, eins og segi, ég gat tjekka allan í boxið að hafa hérna loksins náð því að vera atvinnumaður í handbolta. Hvernig var þarna þessi staður, hvernig var félagið og aðbúnaður og allt þetta? Sko staðurinn náttúrulega var geggjaður. Það er að segja bærinn og allt í kringum þetta og hérna það var rauninni allt til alls, en hins vegar var þetta náttúrulega, við vorum svona búin að vara okkur við að það talaði engin ensku og það var bara eiginlega ekkert í boði annað en ég ætti að læra frönsku. Já. Og þjálfarinn kom tíminn hérna eftir 3 mánuði og sagði bara hérna, þú veist, hvað er að frétta? Þú sagðist alltaf að vera búin að læra frönsku og ég fannst það frekar erfitt sko. Ég var samt mikið að reyna og hérna, þeir fóru samt alltaf illa með mig stundum hérna liðsfélagir mínir og hérna það var hérna fljótlega eftir að við vorum byrjað að spila, að æfa, þá hérna vantaði mér svo mikið að vita hvernig ég átti að segja sérst, bara frjálst. Ég var sérst svona að reyna að segja, spila frjálst. Spila, þú veist, ég var alltaf búinn að reyna að læra, þú veist, leikkerfin, skilurðu hvað, tölustafina, nema ég var alltaf, svo spurði ég hérna fyrirliðan sem var hérna serbi, bara getur sagt mér, hvað ég að segja þegar ég vil bara spila, þú veist, frjálst í hérna leikstjórnandinn eitthvað og nema hann segi við mér, já, herri, það er ekkert mál, þú segir bara hérna, CCPD. Og ég var eitthvað svona, að reyna, hann sagði þetta óskýrt eitthvað og ég var eitthvað svona að reyna að læra bara, ok, þetta, hann að nema svo voru við bara staddir á æfingu og ég á miðinni og við að spila, nema ég vildi svo að við myndum bara fara hérna að spila frjálst. Þannig að ég stóð með boltan og var hérna svona bara að láta boltan ganga og svo kallaði ég yfir alla bara hérna, hugsaði bara, ok, ég ætla að reyna bara að láta spila frjálst. Þannig að ég hendi bara og sagði bara, hérna, eitthvað og hérna, nema þá bara lágu gaurinn, svoleiðis orguðu hlátri, duttu niður og ég vissi ekki hvað ég hafi verið að gera maður, nema þá hafi ég náttúrulega verið að segja á frönsku, hérna, stóð á miðinu og segja hérna, ég er hommi, ég er hommi og hérna, þetta var hérna, nema þetta var,
Þannig að það var ekki til að hjálpa mér að fá sjálfstraust í frönskunni nema þannig að þetta var allan svona, já, franskan var erfið, orðaði þannig. En það var ýmis ævintýri sem við lentum hérna í þessu Frakklandi og eins og? Það var, ég að segja þér, það var nú þannig að við vorum nýkomin og við vorum að fara í fyrstu æfingarferðina okkar. Bogga kas ólétt og þekkti engan og við vorum sérst að fara í ferð, held ég, 5-6 tíma bílferð til næsta bæ, einhvern bæ að spila æfingarleik og þannig að ég kvaddi bara Boggu mína og fór af stað og nema svo bara vaknaði ég horfði bara upp í sjúkrahúsljósin í Kraga og þá hafði ég vissi ég ekkert hvað hafði gerst, þannig ég var bara viss að ég hafði lent í bílslysi. Og ég byrjaði bara strax að hreyfa fæturnar og var svo ruglaður að ég spurði alltaf how's my wife og how's my baby. Og þá var ég alveg staðráðinn því að ég ætti barn og vissi ekkert hvað var að gerast en þá hafði ég sem sagt farið í þessa ferð og bara komist á áfangastað, held ég að fara til Lyon minni mig eitthvað og spila þennan æfingarleik, spilaði einhverja 20 mínútur og notabenni skorað 2 mörk en hafði fengið svona högg á hausinn og var sem sagt bara rotaður með heilarhristing og vaknaði svo rauninni bara ekkert fyrir hennan náttúrulega á sjúkrahúsinu. Nema hvað ég náði að segja hjúkkunum og læknunum símanúmerið hjá Boggu á frönsku, þrátt fyrir að ég hafi ekki einu sinni, ég var nýbúinn að læra tölustafina, Þannig að Bogga greið var vakin upp einhvern tímann þetta kvöld sem sagt og banka hjá henni og sagt við hana að maðurinn væri á sjúkrahúsi eitthvað og nema hvað að hún kippti sér í því miður ekkert sérstaklega upp við það því að hún var orðin ýmsu vön því að maður hafði nú lent í ýmsu ævintýrum eins og þú kannski veist með höfuðhögg og nef og fleira En þessi ágæta kona sem hún nefnir Boggu, hver hún? Herðu, Sigurborg Bjarnadóttir heitir hún. Hún er dóttir Bjarna Guðleifssonar og Pálínu Jóhannesdóttir frá Möðruvöllum. Þetta er eiginlega sveitastelpa. Og við kynntust bara þegar við vorum 19 ára. Við erum búin að vera saman síðan og hún hefur þurft, hefur þurft að glíma ýmislegt að vera að eiga mig og eytt mörgum tíma í að finna hluti og gera og redda hlutum eftir mig. Þannig að en hún er sem sagt hjúkrunarfræðingur og búin að starfa bæði náttúrulega á Íslandi og svo var hún að vinna sem hjúkka til Noregi en starfa núna hjá hugbúnaðarfyrirtæki, Þula heitir það. Nú, sem að tengist á hjúkruninni eða sem sagt hjúkrunarfræðunum? Já, þar er hún sem sagt ég get kannski nánast ekki sagt mikið frá þessu því að ég gleymi alltaf hvað hún er að segja mér en hún er sem sagt að testa einhver svona hugbúnaðarkerfi og Þannig það er Bogga mín, hún er svona heldur þessari fjölskyldu saman dálítið. Hvað er það börnum núna? 3 börn. Já. Er þetta ekki allt saman íþróttakrakkar þá? Jú, þau eru það. Þau hafa svolítið þurft að fara þann veg held ég. Já, það er erfitt kannski að vera börn íþróttapabba kannski, en þau hafa samt áhuga á því og eru bæði í fótbolta og handbolta fimleikum þessi 3 börn. Já. En þetta er dálítið staut með börn sem eru svona mikið í íþróttum. Já, og ég sammála því og þetta náttúrulega bara, það er rosa mikið, Íslendingar eru náttúrulega mjög framalega eins og við vitum og það er mikið hægt að æfa og þetta er mjög mikið sem að krakkarnir geta verið í, og við fundum fyrir því bara þegar við vorum komið heim þegar við vorum til Noregi þá voru krakkarnir höfðu þau minni möguleika á að æfa, færri æfingar og svona aðeins rólegra fjölskyldulífi þegar við vorum til Noregi en núna er þetta svolítið bara svona mikið næsta æfing og svona kannski stundur svolítið hratt finnst okkur Já, lífið svona yfir leiknir. Já, svona bara en það eins og þetta er bara kannski sem að fólk velur sér Þú ert nú kannski ekki drólegasti maður sem til, Jónatan, en þú hefur að vinna mikið með börnum í gegnum tíðina. Já. Finnurðu mun eða sérðu mun á börnum sem eru í íþróttaæfingum og svo börnum sem eru ekki í íþróttaæfingum? Já, en ég er náttúrulega samt Ég er svo sem aðalega að vinna með krökkum sem eru í íþróttum. Já. En við höfum verið að fara við höfum verið að fara inn í íþróttir hjá krökkum inn í skólana með kynningar og fleira og
Þannig að við erum náttúrulega, hvað maður að segja, ég er mjög hlynntur því að krakkar sé í íþróttum. Allt sem því fylgir, félagslega ekki minnst. Ég svo sem get ekki talað annað en það að sagt að íþróttirnar, það gerir okkur vel en hins vegar náttúrulega hefur verið mikið talað þessa afreksstefnur og fleira og allir þurfa að vera bestir og hérna. Já. Þannig að við höfum, og ég fann þá til Noregi sem dæmi og á öðrum stöðum að við þurfum að, hvað maður að segja, þeir sem að stjórna félögunum, að við þurfum að passa okkur á því að hvað maður að segja, sjá alla og að krakkarnir sem eru í íþróttum að þau fái, hvert og eitt fái einhvern veginn sína svona eins og við köllum á norskunni mastersfølelse, að þeim finnist þau fá, hvað maður að segja, bara að þau afreki eitthvað, þó að sé ekki endilega að vera bestir í íþróttinni. Já, þessi tekið eftir þeim. Þessi tekið eftir þeim og það eitthvað sem og við erum bara, já, við erum með handboltan sem dæmi og við höfum lagt það og ég sett það bara sem rauða þráð. Við reynum að passa upp á það að allir sem eru að æfa hjá okkur fái þessa góða fílingu að líða vel og vilja koma aðingar og það er það sem kannski mér finnst mikilvægast. En þú fyrsta lagi þetta vinna þín, já. En þú færð samt mjög mikið út úr því að vera að vinna með börnum og vera að vinna í þessu. Já, ég bara, eins og segið, ég hef oft sagt að mér finnst þetta bara að vera forréttindi. Þetta það sem ég hef alltaf brennt fyrir. Mér finnst ótrúlega gaman að vinna með krökkum. Einhvern veginn þróist hlutirnir í það, menn ég prófaði að ætla að fara í kennaranám og ætla að vera kennari og Þú orðið ágætis kennari? Já, svo fór ég og vann í Landsbanka og ég vann í sölustörfum, þannig að ég hvað maður að segja, mér finnst ég allan að bara heppinn að fá allan þessu staðan í dag að vinna við það sem mér finnst skemmtilegast, það að vinna með krökkum og að sjálfsögðu náttúrulega meistaraflokksþjálfunin náttúrulega líka sem að mann finnst skemmtilegt en ég hef alltaf verið mikið sem hvað maður að segja, mér finnst svona barnakall og finnst gaman á krökkum og þess vegna finnst mér þetta að vera bara svona, já, hókan forréttindi að geta unni við þetta. Við höfum ekki talað aðra vinnur eins og nefnir hérna Landsbankann og annað, við höfum ekki náð að tala háskólamenntuna eða háskólaförina þína, en ég ætla að taka mynd af þér. Nú erum við búinir með spjallið. Já, hérna. Jú, þú kemur ljómandi vel út úr þessu Jónatan. Þakka fyrir spjallið. Það hefði verið hægt að tala margt annað og fleira, en kæra takk. Takk hérlega fyrir að leyfa mér að koma.